Sem ég ætlaði nú að árétta að við sátum hér á þessum auka bæjarstjórnarfundi. Það voru 2 mál á dagskránni. Kaupin á þessu húsi og salan á rafveitunni. Jón Björn einfaldlega segir: við kaupum ekki húsið nema það séu allir sammála því. Það voru allir sammála því. Við seljum ekki rafveituna nema það séu allir sammála því. Það var bara ég sem sagði: ég þarf að skoða málum svolítið betur og fá meiri upplýsingar. Það var allir aðrir voru sammálaðir. Bæði með kaupin á húsinu og hinu. Þannig að Ragnar bara að rugla einhverju vitleysu í sambandi við þetta vegna þess að Jón Björn fór beint og gekk frá kaupinu á húsinu. Eftir þetta. Vegna þess að voru allir sammála. Svo kemur bæjarstjórnarfundurinn. Þá hringir hann meira sig í mig og segir: þau verða ekki með okkur í þessu máli að kaupa húsið. Hún dýrun var að hringja í mig. Algjörlega út úr kú. Eins og ég segja á það, þau stjórna einhver greið. Það er baklendi sem stjórnar. Hver er það? Og það er bara ekki gott. Man verður ekki að treysta því sem er sagt inni á fundunum. Það er bara þannig. Það er aðeins að fá leiðistra hér. Jón Björn er ekki hægur til þess að ganga frá neinum kaupum. Það sem vitnað upplýsingafundur bæjarstjórn sem bæjarstjórn átti sameiginlegan, þar sem voru rædd málefni tengd þessum báðum þessum verkefnum sem ræðir, þar sem boðið yfir þau og var kallað því að menn hefðu alltaf upplýsingar sem var í boði þenn tíma og síðan getur menn tekið afstöðu. Það færu svo fyrir formlega fundi þar sem verið tekin afstöðu til þau. Og þannig að ég held að kannski meina nú það. Ég lagði mikla áherslu að það sé eins og alltaf að bæjarstjórn getur unnið verkefnin sem mest í sátt, þá er það mikil kostur bæði nú og síðustu kjörtíðina. Stundum tekst það ekki, stundum bara á tíminu á. Og það er verra, því að það er betra að allar stærri ákvarðanir séu teknar í fullri sátt og til þessar upplýsingar var boðið. En ég gat nú ekki farið og gengið frá að kaupa á hús. Það tók ekki þátt í afgreiðslu þeirra. Hér síðast og tek nú lítið þátt hér í umræðin í dag vegna þess að einfaldlega ég er að stýra umræði sem tengist frá fjármögnun hússins og tók ekki þátt í afgreiðslu hér vegna þess að ég sit í báðum þessum stjórnum fyrir hönd sveitarfélagsins og taldi rétt að ég væri ekki þar að taka ákvörðun hvorum staðnum til fullnustu, en að sjálfsög hef ég skoðun á því og hef kynnt hana að ég tel að þetta séu skynsamleg kaup fyrir sveitarfélagið. Þetta sé skynsamlegt upp á framtíðina að gera. Þetta getur menn með lóð sem er í skipulagi sem hægt er að byggja við í framtíðinni. Alltaf 1100 fermetrum er rétt í deiliskipulagi sem sagði þetta 2005 á þessu svæði á Reyðarfirði. Þetta er í svæði í miðbæ Reyðarfjarðar sem mun gera það eftirsóknarvert held ég til framtíðar að þarna rísi þessi starfsemi. Húsið kominn á sölu í vor og hefur verið í sumar, var sett á sölu, hefur verið í útleigu hjá Sparisjóðnum. Fram að því, þegar það lá fyrir að áhuga þar hjá sveitarfélaginu, þá óskast ég að mun ekki fá að taka þátt í neinni afgreiðslu, hvorki á því hjá Sparisjóðnum, hvorki sem snýr að sölu þess, nýja lánveitingum í kringum það og gerði vék þar af stjórnarfundum og stjórn tók þá afstöðu án mín. Ég er fullviss það að þetta verði góð ráðstöfun til framtíðar. Það er svo bara mín persónulega skoðun sem sveitarstjórnarmanns í Fjarðabyggð. Með þessu stígum við skrefin að byggja upp aðstöðu til þess að mun hýsa bæjarskrifstofur Fjarðabyggðar til framtíðar. Við þurfum að hafa það góð umgjörð og gott starfsumhverfi. Hér verður starfsfólk áfram. Og með það kröfur sem lagðar á sveitarfélagið í dag þá held ég að þeim mun ekki fækka því starfsfólki mikið og að sé reynt að gera það og allt okkar starfsfólk vinnur hér mikla og góða vinnu við mjög þröngan kost í þessu húsi sem við erum núna í. Þetta mun þetta gera það verkum, við þurfum að klára þann framlengingarsamning núna og gera hann til skammtíma að menn eru að fara í gegnum þær teikningar sem fyrir eru því að það er rétt að í kaupunum fylgdu teikningar sem Sparisjóðurinn vinna á sínum tíma sem er þá gott til viðmiðun á þessu verkefni til frambúðar og við getum unnið. Ég hef ekki áhyggjur af bílastæðavöru, ég skil vel að það sé komið inn á, ég held að það sé mjög vel leysanlegt. Bæði á milli það var gert ráð fyrir því í þeirri hönnun sem var unnin árið 2007 að bílastæði væri á milli þessa hús og húsin sem hýsir skólaskrifstofu Austurlands. Það verður bílastæðamöguleikar, einn er bílastæði. Húsið er
nú í dag í skrifstofunotkun. Það kallar ekki á breytingar á því sem fyrir Það er rétt að við munum geta komið þar inn ákveðin hluta okkar starfsmanna núna strax áramót á efri hæð hússins. Að því að við glímum þetta við bara þann skort hér innandyra við komum ekki fleira starfsfólk hér fyrir og það starfsfólk sem hér hefur náttúrulega unnið við óviðunandi aðstæður. Við segjum það bara svo og það bara þakkarvert fyrir starfsmenn okkar þegar það var sýnt í mikinn skilning. Að við erum þetta í húsi sem á sínum tíma þetta var leikt í 15 árum. En svo bæriðar kom inn á leiti hér á fundum daginn. Þá var þetta hús náttúrulega ekki gert ráð fyrir að hér inni svona margir á þessum tíma. Þegar þá vorum við að reka 2 bæjarskrifstofur í eldri Fjarðabyggð. Síðan var lokun náttúrulega skrifstofuna á Norðfirði og hún færi hér inn til þessu starfsemi. Eftir náttúrulega svo var búið að sameinast Austurbyggð og Fossárhreppi í millitíðinni. Þannig að hér er orðið miklu fleiri heldur en alltaf var til í upphafi. Þannig að við munum held ég geta stigið það skref. Vonandi getum við sem fyrst leigjendur, það eru leigjendur í húsinu sem við erum að kaupa, sem munum fylgja því. Það er leigusamningur við verkefnastofuna Eflu og vonandi verður Efla að kosta á leigi annars þar. Við sá leigusamningur í bundið til þessu 4 ára en það er vilji til þess að þeir muni horfa sér þessu öðru húsnæði. Þá getum við tekið allt húsið þá í notkun, vonandi sem fyrst. Við vitum það ekki, það kemur ljós þegar við erum búin að ganga frá þessu og erum þannig að gegna hlutverki leigusala. Þannig ég held að þetta séu góð kaup. Það er mín skoðun, þó svo er ekki komið að því að fullnusta þau hér á þann hátt. En auðvitað getum við haft á því skipta skoðun. Og eðlilegt en eins og ég sé nú til haga haldið að þá þrátt fyrir það að ég kappkosti að reyna að ná sáttum við fólk að þá get ég nú ekki gengið frá slíku og þetta var ekki frá slíku gengið fyrir á búið. Þannig að það sem en það er rétt sem kom fram að ég held að það var mjög mikilvægt að það væri samstæði í bæjarstjórn báða þess bæði stóru verkefni eins og svo mörgum og sem betur fer allavega erum við samstíga í hinnu og það hefði verið skemmtilega að ná því saman. Ég held að þegar við förum í að útfæra þetta frekar og koma því að þá munum menn sjá það að það sé gott, þetta verði gott skref til framtíðar. Ég vona það. Og koma því því að það er heilmikið vinna eftir. Við þurfum að greina núna líka bara þann viðbyggingamöguleika. Það var greindur í starfi nefndarna sem var vitnað í áðan, var greindur stærðarmöguleikinn. Við þurfum að fara við það upp á nýtt. Já, algjörlega. Út frá bara þessum staðreyndum. Við þurfum að setjast yfir þetta núna á komandi ári og setja upp áætlun. Jafnframt líka ljúka samningaviðræðum við Festi sem á þetta hús hér skammtímaleigu. Það er líka okkar hagur sem sveitarfélags að hér verði líka starfsemi og hér komið önnur starfsemi myndi ekki viljum við skilja þetta húsið til aukt. Það er ekki til neitabóta. Þannig að við þurfum að horfa til þess að það sé vonandi líka önnur starfsemi sem sækist eftir þessu húsi hér, efrihæðinni. Því við viljum náttúrulega nýta sem flest af okkar, það sé nýtt sem mest húsnæði hér, sem mest umsvif á Reyðarfirði sem og í öðrum hverfum sveitarfélags. Þannig að það er mjög nauðsynlegt í þessu húsi sem öðru. Af því að bygging Mólans og aðkoma sveitarfélagsins að því að leigja hér húsnæði á sínum tíma var veigamikið þáttur í að bygging Mólans varð að veruleika sem hafði mikið að segja ekki bara fyrir hverfið Reyðarfirði, þetta bara samfélagið allt sem er nauðsynlegt og við þurfum að halda vel utan það því að við þekkjum það náttúrulega bara hafandi farið í gegnum síðasta ár bara allar þær áskoranir sem við erum að glíma við núna, ekki bara við í Fjarðabyggð, heldur bara all land og jafnvel heyrir maður frá kaupmönnum og höfuðborgarsvæðinu að það er mjög þjónusta á mjög undir högg að sækja í nýju samkeppnisumhverfi á netinu og við útlönd og jafnvel við Kína að þetta er orðið verulega mikið áhyggjuefni fyrir þá sem vilja sækja þjónustuna sér að sá grundvöllur sem þar er undir, ekki bara hér til annars staðar. Það verður alveg heilmikið verkefni að takast á við að reyna að búa því og það er stóra máli í okkur. Við þurfum að búa gott umhverfi þjónustufyrirtækin okkar áfram og leið líka að gera hér bara við Reyðarfjarðar meira en efla hann enn frekar. Ég held að það verði með þessum framkvæmdum í framtíðinni. Við skulum gáum saman á það að gera það. Eydís Ásmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég er bara að taka það skýrt fram að það var haldinn þessu upplýsingafundur en sá fundur hefur ekki ákvarðanavald. Við tökum ákvarðanir hér, þessu vettvangi hér á bæjarstjórnarfund, undarlegar ákvarðanir. En
En það sem lá á bakvið á þessa ákvörðun að kaupa Búðareyri 2, að það sé hagstæðara að kaupa þessa fasteign heldur en að leigja til framtíðar og því betur farið með skatti almennings hér. Og rekstur eigins húsnæði hagkvæmari heldur en að leigja þriðja aðila. En svo það sé líka tekið bara skýrt fram hérna að við erum ekki að leysa Sparisjóð Vestmanns húsnæði með þessum kaupum. Já, gott fólk, vilja fleiri kveðs ljóðs undir Pálína Margeirsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarstjóri, eða Stangeigils bæjarstjóra og góðu fundamenn. Mér langaði bara aðeins í umræðinu um þessi húsakaup. Og það er alveg rétt sem að komið fram, það er kannski ekki okkar teikningar sem liggja á borðinu eða það er ekki búið að fara í það að meta teikninguna sem er til og annað. En þetta er vissulega á deiluskipulagi, þarna gert ráð fyrir þessari stækkun. Og mér fannst bara, og finnst enn á þessum tímapunkti, sko þetta húsnæði er sprungið, alveg sama hversu góðum leigusamningi við löndum eða slæmum. Og mér finnst algjörlega óboðlegt það sem við erum að bjóða fólki upp á inn í þessu rými hér. Mjög viðkvæm starfsemi sem á sér stað hérna bara inn í miðju húsi. Hér þarf fólk að sitja á göngum og annað og þetta er bara eins og Laugavegurinn hérna framhjá þér. Þegar mér finnst bara þetta, nú er bara komið gott. Og ég heyrði það á Sævar áðan, hann var komið svona hugmyndir, ég hef ekki heyrt neina hugmyndir um það hverjir eiga að færast yfir. En hann var allavega komið svona hugmynd af því. Það er ég til dæmis ekki saman málunum, þannig að við Sævar getum haldið áfram það hvaða svið sé nú réttast að fara í fyrst úr húsinu. Og kannski á ég bara einhvern tímann eftir að bakka með það allt að þetta sé húsið sem hent okkur. En það hentar okkur fínt á meðan við erum að skoða málin betur. Þetta er hérna rétt hjá okkur, fólk getur skroppið yfir í mat og svona, þannig að ég bakka ekki með það að mér finnst þetta góð kaup. Það Pálína, fleiri kveðs ljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ætla ég að bera áðurnefnda tillögu sambandi við skuldabréf, við tökum skuldabréfs vegna kaupara, eins og þetta var tilkomið uppalegis liður. Þeir sem það samþykja með skeiðmerki, það er samþykkt með 7 atkvæðum, einhver á móti, fulltrúar Sjálfstæðisflokks eða atkvæði á móti. Þá erum við komin í lið 11 sem er einnig lántaka, það er lántaka á 100 milljónir frá árinu 2019. En það er fjárhagsáætlun ársins, samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2019 var gert ráð fyrir lántöku á 100 milljónir á árinu. Það er lagt til að fjármálastjóra þessi lánsheimild verði nýtt og heimildin er hér lögð fyrir. Og þetta er lánasamningur Íslandsbanka að höfuðstólskrónur 100 milljónir til alltaf 15 ára í samræmi með skilmála lánasamningi liggja fyrir á fundinum og bæjarfundur hafa kynnt sér. Lánið er jafngreiðslulán og óverðtryggð frá breytilegum vöxtum. Lánið er tekið til við að endurfjármagna, tekið til að mæta fjárfestingum ársins að hluta. Jafnframt Gunnar Jónssyni staðgengli bæjarstjóra Fjarðabyggðar, kennitala eftirfarandi, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Fjarðabyggðar að undirrita lánssamning Íslandsbanka samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynning sem tengist lántöku þessari talmennari beinum úr útborgun láns. Orðið er laust með þessi lántöku. Engin kveður sér hljóðs, ég ber hann eftir Sanendar, hún er samið með 9 atkvæði. Þá er dagskrá bæjarstjórnar tæmd í dag. Líkt og ég sagði áðan, hefði átt að vera lögð fyrir fundaáætlun þar sem er búið að boða til auka bæjarstjórnarfundar á þriðjudaginn 17. klukkan 5 hér á bæjarstjórnarstofunum. Þá verður sú fundaáætlun lögð fyrir 9. En ég þakka bæjarfulltrúum og fundinum sem ég myndi slíta.